Hérna höfum við tímadæmi 6, þar sem er spurt af hverju þarf að þreifa eftir núlgildi riðspennunar í stýrrásum týristóra. Hvernig er þetta gert á mynd 5.18? Sko, á mynd 5.18 er eins og mynd 5.19. Við þreifum eftir núllinu hérna í riðspennunni með því að tengja hérna í gegnum fallmástöðu og inn á pinna 5. Og það eru tvær díóður hérna sem gefa okkur 0,78 spennu inn á pinna 5 en á milli þess að við fáum 0 í riðspennuna. Og hér er sagt að tímaviðmiðið er þegar að satanaspenna núllast og byrjar að vaksa. Þetta er gert þannig að með tveimur díóðum og fallmástöðu, eins og ég var að sýna ykkur. Spennan væri flöktandi ef að 0 riðspennunar væri ekki haft til viðmiðunar. Þá getum við ekki stillt til dæmis ákveðið ljósmagn stöðugt á ljósgjafa. Nú í B, í punkt 11 og mynd 5.18 er jafnsönnugildi sem við getum breytt með mótstöðuna erfafeinum. Í punkti 15 er stýripúls. Tími stýripúlsins er í línulegu samhengi við stærð spennunar í punkti 11, en hvernig er þetta framkvæmt? Jú, með því að bera saman stýrispennu við sjávartannaspennu. Ég ætla aðeins bara að opna þá mynd. Ætla hún hafi ekki verið hérna einhver staðar. Býtum við. Hvar var ég með hana? Nei, var ég með hana hérna? Já, hérna. Þegar við berum saman sjávartannaspennuna og stýrispennuna og með samanburði á stýrispennu við sjávartannarspennu þá er hægt að fá línulegt samhengi á tíma stýripúlsins og stýrispennunar. Stýrispenna og sjávartannaspennan fara inn á samanburðarrás í þessari ESC-rás hérna, TCA 785. Það er líka mynd af því í bókinni. Ok, þá eru svör við A og B komin. Síðan er spurt hérna næst, hvert er hlutverk transistórsins í 5.19? Hlutverk transistórsins er í rauninni að magna straum inn á stýriskaut týristórsins hérna. Því að ESC-rásin, hún getur ekki gefið nógu mikinn straum frá sér beint inn á týristórin, nema að sé eitthvað mjög lítill. Þess vegna fáum við til dæmis hérna púls frá pinna 15 þegar að spennan er jákvæð og opnum fyrir transistorinn. Þetta er NPN transistor, þannig að hann hleypur þá straumi hérna í gegnum sig inn á bæði þetta 1 kW viðnám hérna og inn á stýriskaut týristórsins. Ok, þannig virkar þetta. Hvert er hlutverk púlsspennisins? Hérna er púlsspennir og hann einangrar, sem sjáðu að hann er með forvaf og eftirvaf, þannig að hann einangrar kraftrásina frá stýrrásinni. Í stýrrásinni er forvafið, í eftirvafinu þar er tenging við kraftrásina. Þegar sjáðu hérna er alveg 230 voltar spenna hérna, fasi 1 og 0 hérna, 11 og 0. Og auk þess, þá hleypir hann púlsinum, stýripúlsi hérna, í gegnum sig með segulsviðs yfirfærslu, myndar stýripúlsinn fyrir stýriskautið á týristornum. Það kemur hérna púls áfram, hérna inn á stýriskaut, hérna inn á týristornum. Og hinn púlsinn kemur þá við neikvæða spennu. Annar gefur við jákvæða spennu og hinn gefur við neikvæða spennu. Þannig getum við verið með stýrða heilbylgju afriðum. Bæði við jákvæða hluta riðbylgjunar og neikvæða hluta riðbylgjunar. Þá erum við búin að fara yfir tímadæmi 6. Hljómandi, búin með þessu upptöku og